Að sunnan í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Í tilefni 15 ára afmæli Landstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landstólpi.is. Komið blessuð og sæl. Við heilsum ykkur hérna úr elsta íbúðarhúsinu á Höfn. Hérna bjuggu kaupfélagsstjórarnir í gamla daga og svo unnu þeir í næsta húsi og við ætlum að kíkja þangað á eftir. Þar heyrum við meðal annars af Einvaldsklóm og hvalreka íhaldsins. Þeir bjuggu til svarbók sem hét Hvalreki íhaldsins, sem var svarbók við nýðriti Einars kaupfélagið. En við ætlum líka að skoða Þjórsárstofu í Árnesi. Við bjóðum fólki að setjast inn í sal, setjast bara á stól í miðjan salinn og upplifa myndina, vera svona inni í henni. Og hlusta á Pink Floyd í popmessu í Landakirkju í Vestmannaeyjum. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það sem var erfiðast í Pink Floyd-messunni er kannski auðvitað að takmarka sig. Af því að í textum Pink Floyd eru náttúrulega endalausar tengingar í allar áttir við það bara að vera manneskja og það eru allar þessar tilvistarspurningar sem að þeir koma inn á. Það getur ekki annað en vakja athygli þeirra sem að heimsækja Höfn að þar eru ótrúlega margir flottir og góðir veitingastaðir. Við töldum 7 og einn þeirra, Humarhöfnin, framreiðir ekki bara dásamlegan humar, heldur geymir að auki hluta af sögu kaupfélags Austur Skaftfellinga. Við fórum í heimsókn og auðvitað beint á barinn, kaupfélagsstjórabarinn. Í þessum hluta hússins sátu allir kaupfélagsstjórar kaupfélags Austur Skaftfellinga og þetta var þeirra skrifstofa og nú höfum við búið til hérna kaupfélagsstjórabarinn og hann staðsettur hér einmitt. Og hérna í bakgrunnin höfum við alla kaupfélagsstjórana og fyrsta stjórn kaupfélagsins og yfir þeim öllum tróni náttúrulega Sigurður K. frá Kálfafellstað en hann fór ungu maður að læra samvinnufræði til Danmerkur, kemur síðan fullnum að hinga til Hafnar og sameinar alla bændur og íbúa sýslunar að stofna kaupfélag Austur Skaftfellinga. Þess vegna hef ég nú svona yfir þeim hérna kaupfélagsstjórum af því að þetta svona frumkvöðullin í því að stofna kaupfélagið. En varð hann aldrei kaupfélagsstjóri sjálfur? Nei, hann varð aldrei kaupfélagsstjóri. Ég veit að hann sóttist eftir starfinu þegar að var búið að stofna kaupfélagið en hann fékk það ekki, heldur mágur hans Guðmundur Jónsson í Hoffelli. Þannig að þetta var svona komanum aðeins spánst fyrir sjónir en síðan voru getgáttur það að hann hafði skrifað grein í eitthvað samvinnublað það að menn ættu ekki að blanda saman pólitík og kaupfélögunum og kaupfélagarekstrinum. Það gæti ekki stýrt góðri lukku. Síðan sem ég vissi af Sigurður K. frá Kálfafelli var að hann var dönskukennari í iðnskólanum í Reykjavík. En voru þið alltaf ákveðin í því að leyfa sögun að lifa hérna með húsinu? Já, og það var eiginlega hluti af því sem við ákváðum þegar við fórum út í þetta. Það var að reyna að undirstrika sögu hússins og hvaða starfsemi fór hér fram. Eins og höfðum við líka áhuga að segja sögu humarveiða hérna frá Hornafirði. Nú síðan, en ekki síst, höfðum við áhuga á að endurbyggja og fá fleiri lið með okkur að byggja upp sjálft Hafnarsvæði sem að nú raun og orðið bara stórglæsilegt svæði og mjög gaman að koma hérna niður á höfnina með gömlu húsunum hérna sem við búið að gera upp. Og þetta svona orðið heildarmynd, þannig að það hefur tekist fullkomlega.
Og það eru hvað, 4 veitingastæðir bara hér á þessum bletti? Já, á þessum bletti eru 4 veitingastæðir og hver öðrum betri. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt og verður mjög skemmtileg svona stemning hérna á sumrin þegar að ferðamennskan er í algleymingi. Maður getur nú ímyndað sér einhver sínu innkoman þegar maður sér þetta. Já, það veitir ekkert af að hafa svona bankahvelfingu fyrir innkomuna. En þetta var, hún fylgdi í húsinu, þetta var settinn og hérna voru allir peningar sem til voru í sýslunni og sem menn svá ekki með undir kottanum hjá sér, þeir voru geymdir hér í þessari hirslu. Og og hann hefur kannski fengið nýtt hlutverk í dag þessi peningaskápur og ekki síður mikilvægt því að hérna inni geymum við öll svona dýrari vín og svoleiðis og geymum þau hér í þessari mjög góðu víngeymslu okkar. Þessar myndir sem eru hérna á þessum vegg, þær eru alveg, það er bara óhætt að segja séu ykkur líkar. Já, saga myndana er svo að Þórhallur Daníelsson sem var nú frumkvöðull hérna á Höfn, hann átti eignir sem tengdu sjávarútvegi, það voru verbúðir og síðan einbýlishús sem hann átti hérna sjálfur og stóð eitthvað illa á hjá honum fjárhagslega og hann þurfti í smá lán og talaði við á í Landsbankanum og þau sögðu nú að hann þyrfti að gefa þeim eitthvað veð fyrir láninu. Og hann grípur að það ráð að tala við listmálarann á svæðinu, Jón Þorleifsson frá Hólum, og biður hann að mála myndir af eigum sínum. Og Jón gerir það og sendir þessar 3 myndir sem sagt til Landsbankans og þetta var fullgilt veð þannig að Þórhallur Dan fékk lánið sem hann sótti um. Þetta er nú saga þessara mynda. Þannig að þetta er svona veðbókavottorð. –2007 farið á stað og þá voru náttúrulega allir bullandi bjartsýnir. Já. Þótti engum þetta svona glannalegt að fara út í þetta? Jú, menn svona fannst nú ekki traustvekjandi að vera að fara út í veitingarekstur. Það væri nú ekki svona gott til árangurs. En hins vegar urðum við fyrir því happi að 2008 þá var það hér hrun á Íslandi og þá fyrst fór að ganga vel. Því að eftir það þá allt í einu fóru allir ferðamenn að hafa efni á því að kaupa sér mat á veitingastöðum og 2009 er væntanlega okkar besta ár í sögu félagsins. Við viljum oft segja það að hrunið hafi verið okkar happ. Það rettaði málunum. Það rettaði málunum. Svo var líka svo lánsum að bankarnir höfðu ekki trú á svona útnára eins og Höfn og voru ekkert að lána mikla peninga í svona rekstur. Þannig að við vorum ekkert á skuldsett þegar við fórum af stað. Þannig að þetta vann allt með okkur. Og hér eru ýmsir dýrgripir, hér má sjá Kölnarvatn og Old Spice þarna uppi. Já, þetta er 4711. Það var verið að loka þessari verksmiðju fyrir 2 árum síðan. En þetta voru svona helstu ilmefnin sem að versla með hérna áður fyrr. Nú síðan erum við með myndir hérna úr versluninni sem var staðsett hérna þar sem veitingasalurinn er. Nú eins erum við hérna með 2 merkilega bækur. Annars vegar er það bók sem heitir Einvaldsklædnar sem að kaupmaður hérna á svæðinu, Einar heitinn frá Hvalnesi, skrifaði þessa bók þegar honum ofbauð ofríki kaupfélagsins á staðnum. Menn voru nú ekki ánægðir með það hér á bæ. Það væri verið að úthúða mönnum hér fyrir gott starf. Þannig að þeir bjuggu til svarbók sem að hét Hvalreki íhaldsins, sem var svarbók við nýðriti Einars kaupfélagið. Nú má finna Einvaldsklær á matseðlinum ásamt ýmsum öðrum humarréttum auðvitað. Venjulega hefur staðurinn verið lokaður á veturna en nú verður breyting á því. Humarhöfnin er að hefja sinn fyrsta vetur og við óskum öllum sem þar eru allsins besta leið og við kveðjum þar sem við byrjuðum á kaupfélagsstjórabarnum á annarri hæð. Það áttu mjög margir viðskipti akkurat á þessu stað og hér inn á þessari skrifstofu. Þannig að hér er mjög gott að setjast og fá sér svaladrykk og rifja upp þær stundir sem við áttum með kaupfélagsstjóranum. Það hafa nú kannski ekki allar verið endilega svo ánægjulegar. Þetta var náttúrulega yfirvald. Þetta var yfirvald og menn voru að sækja sér lausn á sínum fjárhagsvanda og finna einhverja afgreiðslu sinna mála hjá kaupfélagsstjóranum. Þeir voru svona oft
Í raun og veru var þetta sko sjálft hagfræðikerfið fór hérna í gegnum kaupfélagsstjórana í þessum samfélögum. Þannig að þetta gátu nú verið allavega fundir sko. Við erum með hérna kort upp á vegg, svona stórt kort af þessu svæði sem við erum á og hér er hægt að leika sér svolítið með ljós og takka. Við getum til dæmis séð hvar við erum stödd, við erum inn í Þjórsárstofu. Já. Og þá ýti ég á takka sem stendur Þjórsárstofu og kveikna ljós sem sýnir hvar við erum. Og ef við erum að fara, við viljum fara upp að einhverjum fossinum til dæmis hérna, við viljum fara upp að Þjófafossi eða Dink, þá sjáum við að þetta er fjarlægðin hérna á milli. Og hann er þarna í Þjórsá og þá getum við til að átta okkur betur á því hvar Þjórsá er í raun og veru. Þá lýsist hún öll upp hérna ef við ýta þennan taka. Og þetta eru bara hérna svona staðirnir hérna næst okkur, Gjáin og Stöng og Þjóðveldisbrenna, þessi vinsælustu staðir sem ferðamenn fara gjarnan til. Og síðan allt umhverfið, jöklarnir og vötnin og athyglisverðir staðir, fallegi staðir og margir hverjir áfangastaðir ferðamanna. Við erum hérna til að uppfræða fólk bara Þjórsá og þetta nágrennið alveg frá Hofsjökli sem er frá afrétti Skeið og Gnúpverja og alveg niður á Ósa, niður í sjó. Og við erum með mynd hérna inni sem að sýnir þetta. Þetta er sem sagt kvikmynd, hún er samsett úr kvikmynd og ljósmyndum. Þetta er mynd sem er unnin af Gagarin í bara flottustu gæðum og henn er varpað hérna á veggi inn í stóra salnum okkar sem er hérna við hliðina á, sem er hérna í raun og veru íþróttasalur Þjórsárskóla. Við bjóðum fólki að setjast inn í sal, setjast bara á stól í miðjan salinn og upplifa myndina, vera svona inni í henni. Og myndin er mögnuð. Hún sýnir sem Þjórsá alveg frá upptökum í Hofsjökli og fylgir henni og umhverfi árinnar, alla leið niður í Ósa. Og gullfallega myndir. Og sér samin tónlist eða svona stemningstónlist undir þessu og þetta er bara virkilega falleg mynd og hún vekur mikla lukku. Og hér getur maður bara séð söguna og fólkið í Skeið og Gnúpverjahreppi. Já, á þessum skjá er því einmitt gerð skil og hérna getur maður bara valið sér tímabil og getur valið til dæmis að fræðast stórgos sem var hérna 1104, eldgos í Heklu og svo það síðmiðaldirnar. Þarna var einhver ófriður á Íslandi og það er hægt að fræðast þetta bæði á íslensku og ensku, Sturlungaöldin, mikill innanlands ófriður á sama tíma og menn voru að skrifa okkar merkustu bækur. En þeir segir fremur fátt af fólki í Skeið og Gnúpverjahreppi. Ég held að Skeið og Gnúpverjamenn hafi oftast verið til friðs. Þeir eru bara að sinna sínu, en þann dag í dag, bara mjög ákveðið og uppteknir af því, dugnaða fólk. Hverjir eru það sem eru helst að koma hérna í Þjórsárstofuna? Sko það er náttúrulega fyrst og fremst ferðamenn, bæði íslenskir og erlendir og það eru mikið af útlendingum sem koma hérna og er einhvern veginn á leiðinni bara í landmannalaugar. Og við erum að taka þetta fólk og svona segja því, bæði gefa því upplýsingar færð og ástand á vegum og svo bara hvernig best að komast hingað og þangað og svo svona laumum við stundum betri tillögum af því að við vitum að hér í næsta nágrenni er náttúrulega heilmikið að sjá annað en landmannalaugar. Og á rigningadögum og þegar það er þoka og svona þá er kannski ekkert endilega besta hugmyndin að fara þangað, sérstaklega ekki ef þú ert á stuppusum og reiðhjóli sko í byrjun júní. Og við fengum mjög marga þannig hérna í byrjun sumar sem voru greinilega ekki vel upplýstir ástand vega og snjóalög og svona. Þannig að við erum að hjálpa fólki bara að ferðast og á öruggan hátt og svo erum við náttúrulega að veita því hérna upplýsingar alls konar þjónustu, gistimöguleika og við gefum því að borða og leigjum þeim tjaldsvæði og svona, bara heilmikið þjónusta í boði hérna sem að ferðamenn sækjast eftir. Þetta er svolítið svona bara ósnortin íslensk sveitarstemming sem að upplifir hérna. En nú þekkja örugglega margir Árnes fyrst og fremst út af sveitaböllunum sem að voru hérna í gamla daga. Þú færið ekkert gamla balgesti hingað inn með svona fortíðarglampa í augunum? Jú, það ger ég svo sannarlega sko. Og það koma náttúrulega talsvert margir Íslendingar hérna líka og mjög margir þeirra, ef ekki bara allir, eiga einhverja sögu að segja. Fólk kemur og segja, já maður er nú búinn að detti það svo oft hérna. Þetta var náttúrulega alveg rosalegt sko ballhús. Alveg frá fyrstu tíð, bara snemma á 8. áratugnum sko, þá var þetta flottasti salurinn og hér held ég að Stuðmenn hafi byrjað bara sinn feril sko, sveitaballaferil og allir hafa sögu að segja frá sínum sveitaböllum í Árnesi.
Heldur þau verði endurvakin á einhvern hátt? Sko það er alltaf réttaball í Árnesi og þá myndast svolítið þessi stemming og svo höldum við svona kannski eitt ball yfir sumarið, það er náttúrulega engan veginn eins og það var. Og ég veit ekki hvort að þetta verður nokkuð tíman eins, þetta er náttúrulega bara breyttið tímar í dag. En greinilega hefur þetta verið gaman. Vegna þess að fólk með fortíða glampann í augunum og það fær svona greinilega ánægjuhroll þegar það fer að rifja upp fyrir heimsóknir í Árnes. En nú kannski svona formlega búið að loka eftir sumarið, en það samt sem áður hægt að koma og heimsækja ykkur hér yfir vetrartímanum. Já, það er nú eitthvað það sko. Það þarf það bara að hringja á undan sér, við lokum mánaðamótin ágúst-september og það segir mér fólkið á hreppskrifstofunni sem í sama húsi sko að hér liggi fólk á gluggum bara út september og banki og það vil fá að borða og það vil fá að skoða, það vantar upplýsingar þannig að Ísland allt árið er svona kannski bara eitthvað sem við þurfum að fara að huga hérna í sveitinni líka sko. Hvað fer fram í popmessu? Það í rauninni bara helgihald, bara oft á tíðum bara hefðbundið helgihald auðvitað með svolítið öðruvísi músík sko og þetta auðvitað orðið svolítið gamalt hérna í Eyjum og byrjaði fyrir áratugum sko og þá hefur þetta nú verið reyndar tengt við lög kannski KFM og K-lög og meira þannig en svo höfum við fært okkur upp á skafti hérna í Eyjum og víða landu auðvitað líka, það eru auðvitað YouTube-messur sem eru haldnar víða sko og sem við erum búin að halda hér líka og við höfum verið með Elvis Presley messu og Johnny Cash messur og James Bond messu og svo Blues Brothers messu. Þannig að við erum búin að koma víða við sko. Má þá segja sem svo að það sé ekkert heilagt í þessum efnum? Það er ekkert heilagt í þessum efnum, það er nokkuð ljós sko. Remember when you were young, you shone like the sun, shine on your waist, diamond. Og reyndar gengur síðan misvel auðvitað að tengja sko og það er svolítið, það er íþróttin sko að tengja viðfangsefni, það er að segja þema sem er hverju sinni, tengja það við boðskapinn á einhvern hátt og sennilega hefur það gengið einna verst með James Bond messuna, hugsa ég. En hún var mjög flott samt. Var það License to Pray? Já, nákvæmlega. Pink Floyd var í rauninni sko minnsta mál í heimi. Það sem var erfiðast í Pink Floyd messun kannski auðvitað að takmarka sig. Að því að í textum Pink Floyd náttúrulega, það einhvern veginn endalausar tengingar í allar áttir við það bara að vera manneskja og það eru allar þessar tilvistarspurningar sem að þeir koma inn á. Og það verið að fjalla tímann, hvað verður tímann hjá okkur. Það eru allir litaðir eftir atburðinn í París. Það var eiginlega þannig að Pink Floyd svona einhvern veginn passaði þar inn í, fannst mér. Dramatíski textar og dramatísk lög. Og þekktur auðvitað stefið af plötunni The Wall að vera vakandi í gegnum lífið, að fljóta ekki bara með straumnum af því að það er svo miklu þægilegra. Við eigum ekki að láta það eftir okkur að fljóta með straumnum í gegnum lífið. Við eigum að spyrja spurningar sem skipta máli og velta málunum fyrir okkur. Í ljósi atburðanna í París núna á föstudaginn má velta þeirri áleitnu spurningu fyrir sér: hvar var Guð þegar þessi ósköp dundu yfir? Og það er eiginlega svolítið satt sem Waters úr Pink Floyd segir hér í laginu sem hljómaði áðan: Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall. Förum við það út í amstu pundagsins og njótum þess sem eftir að þessu kvöldi hér í Landakirkju og brjótum niður alla múra haturs og fordóma
og byggjum upp í kærleika Jesú Krist. Amen. Inntak hugvekjunnar snerist auðvitað kannski svolítið það viðbrögð okkar eftir hörmungaratburði. Það auðvitað kannski svolítið þannig sem að maður reynir að horfa á hlutina og út frá auðvitað kærleiksboðskap Jesú. Það eiginlega að nota kærleikann sem vopn frekar en vopn og hatur og mannfyrirlitningu. Miskunnsami Guð, uppspretta lífsins og lind kærleikans. Frammi fyrir hörmungum, ógæfuverkani í París, komum við fram fyrir þig og biðjum þig styrk og kraft. Maður svona auðvitað hvetur fólk svolítið til þess að fara í þá átt og þar höfum við auðvitað Íslendinga líka, við höfum líka rödd sko. Við höfum rödd á samfélagsmiðlum og það skiptir máli hvað við segjum og hvernig við höfum okkur. Þó þessi ekki bara, gagnvart auðvitað hvort öðru en líka gagnvart komandi kynslóðum, hvers manneskjur við viljum ala upp. Þannig að ég held að það svona spili þar inn í. Finnst þér þetta hafi verið kannski brött umræða að sumu leyti ef þú nefnir sem dæmi íslenska samfélagsmiðla? Já, ég held það sko. Ég held að reyndar eins og er yfirleitt með allt núna einhvern veginn í umræðinni að það færi mönnum kannski oft á tíðum betur að skrifa, menn geta að skrifa það niður en bíða með að posta það allavega í klukkutíma áður en menn setja það inn. Við þá hvort mönnum ekki runnin mesta reiðin. Krakkarnir úr 5. bekk í grunnskólanum hér í Eyjum settu skemmtilegan svip á þessa messu. Þetta var náttúrulega til samvinnu við kennara sem við fengum aðeins að heyra í þeim syngja. Og þetta er svolítið gaman að kennara skulu gefa okkur leyfi til þess að leyfa krökkunum að öskra "Hey teacher, leave us kids alone." Er þetta í fyrsta sinn sem trommusett hefur verið staðsett þarna við altarið í Landakirkju í Vestmannaeyjum? Ég hugsa það sko og við svona veltum þessu örlítið fyrir okkur og það hefur verið spilað á gítar þarna inn við altarið, þannig að okkur ekki trommur þá líka. Það var einhvern veginn þar sem við komum svona þeirri niðurstöðu með málið allavega og Birgir Níelsen náttúrulega bara fagmaður í botn og gerir sér fulla grein fyrir því að altarið er ekkert svona coffee table sko. En það fýtt staður til þess að berja boðskapinn í fólk? Nákvæmlega. Hér hefur nú einhverju sinni verið dansað. Að sunnan er í boði Holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600.
Í tilefni af 15 ára afmæli Landsstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landsstólpi.is.